Já, verið velkomin með okkur hérna á Sport TV, leik Káa og Aftureldingar. Þetta eru undanúrslit Mísúnu-deildar karla. Ólafur heiti ég og með mér er Lúðvík Már Matthíasson, velkomin. Takk. Jæja, Afturelding sló út Stjörnuna. Hverju megum við búast við í kvöld? Káa eru þetta nýkryndir bikarmeistarar og deildarmeistarar og eru með rosalega sterkt lið, en Afturelding sýndi gott spil á móti Stjörnunni, þannig að það er aldrei að vita hvort þið stríðið mikið í dag. Já, Afturelding áttu virkilega góða leiki á móti Stjörnunni, komu sér loksins í gang og verður gaman að sjá hvort þeir ná að stöðva gífurlega öflugt lið Káa. Þeir hafa verið með töluverða yfirburði í vetur, Káamenn. Þannig að það er spurning hvort að Afturelding eigi einhvað í þá. Já, ég ætla nú rétt að vona það að Aftureldingamenn sjá hann að Strafko, hún er að setja hann á bekkinn í þjálfa, það er mjög sterkt. Það er hugsað betur leikinn. Einbeitt sér að því að stoppa til dæmis Quentin og Ævar þarna. Já, þarna er verið að kynna fyrirliða og þjálfara til leiks. Eins og segir, Strafko Demirev mættur á bekkinn hjá Aftureldingu. Filip náttúrulega spilandi þjálfari Káa, en Lorenzo er hann á bekknum og Davíð Búi Halldórsson. Það er náttúrulega gífurlega reynsla líkt og í Strafko. Fyrirliðar liðana eru Ævar Freyr Birgisson og Fannar Gretarsson. Allt að vera klárt hérna í leikinn. Uppstilling liðana Káa, þar er ekkert sem kemur óvart, en hins vegar eitthvað sem kemur töluvert óvart í Aftureldingu. Við erum að sjá Hilmir Berg Halldórsson í byrjunarliði Aftureldingar. Já, Ingólfur hefur verið að byrja sem uppspilari held ég bara alla leiki tímabilsins, þannig að þetta verður skemmtilegt að sjá Hilmir spila þetta sig. Já, og hver ástæðan er vitum við svo sem ekki. Ingólfur var náttúrulega að þjálfa hérna í leiknum áðan, gæti einhvað tengst því, en Hilmir er náttúrulega mikið efni og verður gaman að sjá hvernig hann plumar sig í þessu leik. Já, Allt að verða klárt svo sem. Dómararnir að gera sig klára í þennan leik. Byrjunarliðin verða þarna tilkynnt. Já, Aftureldingamenn eru mjög sterka miðjumenn og það gekk mjög vel hjá þeim að spila í gegnum miðjuna á móti Stjörnunni, þannig að það geti verið vopnið þeirra í dag á móti Káa, keyra í gegnum Fannar og Alexander. Já, ekki er miðjan síðri hjá Káa. Mason Kastner og Alexander á miðjunni hjá Káa. Þeir eru náttúrulega gífurlega öflugt miðjupar. Já, báðir mjög hávaxnir og sterkir og með Filip í uppspilinu þá er mjög gott að sækja í gegnum miðjuna og í rauninni hvað sem er. Já, sýndu það í bikarúrslitum helgina að miðjan hjá Káa er ekki síðri heldur en sóknin hjá Quentin. Þeir náttúrulega Filip nær að dreifa þessu rosalega vel og Káa sennilega með þéttasta hópinn sóknarlega. Filip hefur úr miklu að velja. Já, minnst okkarst í byrjunarliði. Já, byrjunarliðið. Þeir eru þunnir á bekknum en byrjunarliðið er mjög sterkt. Það er alveg rétt. Þetta er sennilega öflugasta byrjunarliðið, það er hárrétt. Þarna er verið að klára það að kynna heimamenn til leiks. Sömuleiðis að það er verið með mjög góða móttöku sem að gerir Filip kleift að splundra vörninni og hávörninni hjá hinu liðinu. Já, þeir hafa staðið sig gífurlega vel í vetur. Káamenn eiga einn titil eftir, þá ná þeir þrennunni. Afturelding eru hins vegar á síðasta séns með titil, en eiga jafn mikinn séns og Káa, þannig að byrja svo sem allir á núlli núna. Já, Afturelding kom á óvart í fyrra og stal bikarmeistaratitilnum eða svo má segja, og það er aldrei að vita hvort þeir gera einhvern skandal hérna í dag. Já, það er rétt, þeir voru bikarliði í fyrra, spurning hvort þeir verði úrslitakeppninnar í ár. Það er aldrei að vita, mætti segja að þeirra leikur hefði breyst gífurlega með komu Strafko. Það þarf ofta ekki mikið til. Nei, það þarf bara einhverja svona rödd sannleikans að ná hliðalínu og
fá það til að róa sig og þeir eru náttúrulega með rosalega hæfileika í þessu liði en það hefur einhvern veginn ekki fungerað saman þannig að vonandi er þetta bara púslið sem það vantaði. Já, og það eru Afturelding sem byrjaði í uppgjöf. Hilmir Berg Halldórsson byrjar á að gefa upp. Þessa uppgjöf missir Ævar yfir og út. Flott stig hérna hjá Hilmi. Byrjar þetta mjög vel. Byrjar hann að leik mjög vel. Ævar ekki vanur að gera þessi mistök. Hilmir gefur aftur upp. Góð uppgjöf hérna hjá honum. Gunnar í vandræðum. Filip setur hann háan út á kant. Og Quintin slær hennan út fyrir antenu. Enda stóðu Afturelding alveg kjörur í vörn. Það er hreiðurstæki, þannig að það má búast við að þetta sé rétt. Góð byrjun hann í Aftureldingu. Aftur gefur Hilmir upp. Hann leitar í Ævar. Ævar tekur vel á móti og slær hennan bolta í Pjótr og út. Góð sókn hann hjá Ævari. Boltinn mjög hraður þannig að Pjótr er seinni í hann og þá nýtir Ævar sér það og slær bara beint í hendunar á honum út. Já, þeir spila tiltölulega hratt KA-menn og Ævar ræður gífurlega vel við hröðu spil frá Filip. Já, hann er búinn að ræfa með honum alveg bara síðan hann byrjaði í blækinu og Filip að þjálfa hann og núna liðsfélagar í nokkur ár. Ævar hann með fína uppgjöf og Pjótr slær hennan. Alexander reynir að gera vel úr þessu en gengur ekki. Góð sókn hann hjá Aftureldingu. Búið að slá allt loft úr þessum bolta. Aftureldingar byrja hann að leik vel. Manni grunar að þeir geti strítt Káa. Já, þeir byrja allavega þannig. Káa að þeir eru nú ekki mjög samfærandi inn í byrjun, það eru svona heldur rólegir en þeir hljóta að fara í gang og en það er aldrei að vita, Afturelding getur haldið pressun á þeim og ekki geða þeim sénsinn. Já, þetta er svo sem það sama og maður bjóst við hjá Stjörnunni að þeir færu í gang. Afturelding bauð bara ekkert upp á það. Nei. Og Afturelding er að byrja gífurlega vel hérna 4-1. Sigþór slær hennan bolta út. Pjótr í uppgjöf hjá Aftureldingu. Góð móttaka með Ævari og Sigþór. Þetta er hávörn hjá Edu. 1 á móti 1. Þannig að verður Sigþór að gera betur. Já, hann fær hérna 1 á móti 1 og lítur út fyrir að vera fínast auðspil, þannig að hann verður að hamra þetta í gólið. Pjótr hann snöggur að gefa upp og Alexander alltaf mættur á miðjuna. Þetta stoppar Fannar ekki. Þeir þurfa að nota miðjuna meira. KA-menn reyfa hávörnina hjá Aftureldingu. Já, það gekk mjög vel í alla bikarhelgina og Alexander og Mason skoruðu bara hellingastegum. Þannig að það verður fróðlegt að sjá hvort að Filip treysti þeim aftur fyrir verkinu. Já. En kvarta KA-menn yfir boltanum. Dómarar leiksins ættu að vera búnir að mæla þessa bolta. Já, dómararnir ósammála Filip og Alexanderi. Já, ef að dómararnir vilja nota þessa bolta þá á bara að halda áfram með leikinn. Það er alltaf að gefa þarna þess eftir. KA-menn nýta náttúrulega allt sem þeir geta til þess að hægja á leiknum. Það hafa verið þekktir fyrir það. Já, Filip er engin nýgræðingur. Nei, þetta er bara sami bolti við vorum með í byrjun, Filip. Þú færð hvorugan á þessum boltum. En við erum nú með 2 aðra, þannig að leikurinn ætti nú að geta haldið áfram án þess að dómarinn yfirgefi völlinn. Já. En við sjáum til. Skondið atvik. Spurning hvort að þetta slökkvi í Aftureldingu. Það er sennilega það sem að KA-menn er að reyna. Já, maður myndi svona halda það og það væri nú heldur auðveld bráð ef að KA geti gert það með þessu, en maður veit aldrei. Það veit aldrei. Búið að fjarlægja alla boltana. Það vantar meira loft. Við bara bíðum á meðan, lítið sem við getum gert. Leikmenn þurfa bara að halda sér heitum.
Strafko nýtir þarna tækifæri og fer yfir hlutina með sínum mönnum. Leikmenn eiga náttúrulega ekki að yfirgefa gula svæðið án leyfis dómara. En í þessu tilviki þá dómarinn líka fjarverandi. Þetta er mikið rétt. Þetta er nýtt. Þetta er ný nálgun á þennan leik. Ekki það að við höfum allan tíman í heiminum, okkur liggur ekkert á, ekki okkur tveim allavega. Við eigum vonandi eftir að sjá hörkuleik í kvöld. Leikmenn virðast taka þessu bara með ró. Það er enginn að æsa sig yfir þessu. Ekki ennþá allavega. Ja, náttúrulega stutt kominn í leikinn og ekki kominn hitt í menn. En skulum sjá hvað gerist í lokhrínu. Liðið sem að vinnur þetta einvíg, það þarf að vinna 3 leiki til þess að komast í úrslit. Þeir mæta sigurvegara úr leik HK og Þróttanes. Þau lið mættust í gær og HK hafði betur 3-1. Við vorum báðir á staðnu þar, að sjálfsögðu, annars hefði sá leikur aldrei unnist. Þau lið mætast aftur á morgun í Neskaupstað, einnig á beinni Sports TV. Þetta er náttúrulega annar hápunktur tímabilsins, bikarhelgin alltaf gífurlega stór en úrslitakeppnin ekki síðri. Já, úrslitakeppnin fylgir ofta svona stutt á eftir bikarhelginni og þá fer allt á flug. Það er bikarúrslit og úrslitakeppni í Íslandsmóti. Þetta eru leikir þar sem að tapar og bara út. Annað en í deildinni þar sem að sum lið hafa leyft sér að gefa eftir 1 og 1 leik. Það þýðir ekkert hérna, það er komið svona langt inn í tímabilið. Nei, það er rétt. Og nýjung náttúrulega í ár að það fara öll lið í úrslitakeppnina. Stjarnan eru náttúrulega dottnir úr leik en bæði í karla- og kvennaflokki þá eiga öll lið þátt, eiga öll séns á titlinum. Þannig að þetta lengir svolítið tímabilið. Það er skemmtileg nýjung á því. Já, það eru þessi lið sem enda neðar í deildinni, þau þurfa að fara lengri leið en eiga engan sem möguleika á titlinum. Við sáum náttúrulega kvennalið K.A. nýta tækifærið áðan, enduðu neðstur í deildinni en slógu Þrótt Reykjavík út. Eru ennþá inni. Sjáum að boltarnir eru komnir aftur til leiks. Alexander Arnar samt sem áður ekki sáttur með þrýstinginn. Það er erfitt að gera honum til góðs. Hann gefur hérna upp. Fín móttaka hjá Aftureldingu. Rýbak slær hérna hjá Aftureldingu og Quintin slær rétt í Howard. Það tvíslaði á Fannar. Fínasta vörningu að síður. Þetta var mjög fínt hjá Howardinu, þeir hægðu á boltanum frá Quintin. Pjótr vel vakandi afturlínunni en Fannar Howardin með smjúrfingurnar. K.A. enn í uppgjöf. Þessi uppgjöf út. Alexander Arnar fær hérna breytir aðeins stöðu. Ekki með góðum árangri. Fannar mættur í uppgjöf í Aftureldingu. Til að bæta upp fyrir tvíslagið. Já, hvað gerir Fannar? Hessi er út. Gæti verið orðið heitt í húsinu. Flýtur boltinn mikið. Ára Quintin í uppgjöf hjá K.A. Hvað gerir hann? Hann hoppar. Þessi tiltölulega laus. Pjótr gerir hérna vel og Rýbak með glæsilegt smass. Já, móttakan er mjög góð hjá Aftureldingu en að samaskap eru uppgjöfurnar hjá K.A. ekki mjög sterkar. Það er að gera þeim auðvelt fyrir og maður hefði nú haldið að K.A. myndi taka smá séns hérna í byrjun. Já, K.A. verða að pressa uppgjöfurnar betur. Sóknarmenn Aftureldingar eru gífurlega öflugir.
Bæði Radoslav Rybak og Piotr Kempinski eru náttúrulega voru á gífurlegum eldi í síðasta leik. Hún er að vera í góðri hvíld núna bikarhelgina. Þannig að KA-menn verða að halda betri pressu en þetta ef þeir ætla að stoppa þá. Já, Afturhaldingur er væntanlega búin að hafa nægan tíma til að leggja leikina upp gegn KA og þeir ættu nú að hafa einhver svör ef einhver tíman þá núna. Búin að hafa nokkra vikur til að pæla í þessu öllu og setja saman leikplan. Já, enn erum við í vandræðum með framkvæmd leiksins. Það er eitthvað vesen núna á riddaraborðinu og hver er mættur annar en tölvugúrúinn Felix Þór Gíslason. Heldur betur. Alltaf er hann til staðar þegar að tölvuvandræði hefur sér stað. Hann leysir vonandi úr þessum vanda. Það sýnist þetta að vera eitthvað varðandi leikskýrsluna sjálfa. En við sjáum hvað kemur ljós úr þessu. Þá hefur einhver reykið augun í einhvað þarna á skýrslunni. Mér sýnist þeir vera þarna með leikmannalista Afturhaldingar. Spurning hvort að það sé einhvað vitlaust skráð þar. Mögulega vantar leikmann á skýrslu eða skráður á vitlaust númer eitthvað líka. Það virðist nú allt geta haldið áfram. Byrjum þennan leik í þriðja skipti. Radoslav Rybak í uppgjöf hjá Afturhaldingu. Fínasta uppgjöf hjá honum. Gunnar Pálmi í vandræðum missir þetta út. Sterk móttökulína KA í vandræðum í byrjun þessa leiks. Það er hausverkur fyrir KA. Já, þeir eru ekki vaknaðir ennþá. Þeir eru búin að fá sig einhverja, að minnsta kosti 2 ása sem er bara mjög ómennilegt fyrir þá. Aftur gefa þeir á Gunnar Pálma sem gerir núna betur. Sigþór laumar þessu í HR Afturhaldingar. Dómarinn dæmir þarna mokstur á Hilmi. Sigþór í uppgjöfun og hann hefur verið að setja fastar eða lausar flótaukkjaði til skiptis á hvað gerir hann. Já, hún virðist alltaf að taka flót uppgjöfuna. Hún er ekki mikil vandræði, allt of laus. Smá passlanna í vörninni á KA. Afturhalding sækir Rybak, hann slær þetta inn. Flotslag hérna hjá Rybak, hefur lent á línunni. Filip segir að þessi bolti hefur verið langt úti. Já, það er ekki þitt að dæma það. Tökum því með fyrir ára. Afturhalding í uppgjöf. Góð móttaka á KA og frábær sókn hérna hjá Ævari. Þetta er líkar að þeim. Fá einn á móti sér í hávörn og þá er ekkert annað en að bobba bara boltan. Já, þeir sækja oft með einn mann á móti sér enda gífurlega hratt uppspil hjá Filip. Það var að Mason Kastner í uppgjöf. Piotr hann í vandræðum. Nýskilningur hérna hjá Afturhaldingu. Ólafur og Hilmir töluðu ekki nægilega vel saman. Það er náttúrulega bara smá reynsluleysi milli þeirra tveggja. Hilmir náttúrulega spilar mjög lítið með þessu liði. Já, þeir eru báðir mjög ungir líka. Fæddir 99 báðir. Og uppgjöfan hjá KA. Afturhaldingu vandræðum, þessi bolti út, ódýrt stig fyrir KA. Já, þetta er slæm leið til að halda hinn áfram fyrir Afturhaldingu eftir þessa góðu byrjun. Hleypaði hérna inn bara gefins. Já, KA búinn að minnka þetta í 1 stig, en þá gefa þeir beint út. Þá fer Alexander Stefansson í uppgjöf fyrir Afturhaldingu. Hann tekur flot. Þessi er allt úr laus. Filip setur hann á Ævar sem að lauma hann í golf. Þarna KA þetta ekki hafa mikið fyrir þessu stíði. Nei, þetta er, nú eru Afturhalding búin að skipta gír og orðnir ansi rægir. Það er kannski bara KA er að minnka munnin en það ætti einmitt að vera hvatinn til að gera meira. Já, Filip gefur þarna upp á Edu, skilur þessu vel fram og það er Radoslav í afturlínu, góð vörn þarna hjá Filip. Þarna slær Ævar í netið, óheppinn þarna. Sjáum að boltarnir eru flestir að fara á kantinn og miðjuna hjá KA núna. Quintin er ekki að fá marga bolta í byrjun leiks en kannski eru þeir að spara hann. Já,
og Hilmir mættur aftur í uppgjöf, flott móttaka hérna hjá Ævari og nú fær Quintin boltan. Hann þakkar pent fyrir sig, slær þennan í Hilmi og út. Lítill kraftur svo sem, ekki fullur kraftur en þetta var nóg. Góðu vingill þarna niður línu og stutt við að lengd í fyrsta varnamann. Rautt að verðast þessu. 11-10 fyrir Aftureldingu, Ævar í uppgjöf hjá Káa. Hann er náttúrulega með gífurlega öflugar uppgjafir. Sjáum hvað hann gerir núna. Setur þennan á Pjot sem lendir í vandræðum. Fær sóknina. Káa gerir hérna vel. Og Alexander mættur á miðjuna. Ekki alveg nægilega gott uppspil hjá Filip en Alexander gerir vel úr þessu. Já, hann var lár boltinn en hann treður honum yfir. Hann er náttúrulega rosalega hátt uppi þegar hann slær. Nær að laga þennan bolta. Þá er Ævar aftur í uppgjöf. Setur aftur á Pjot sem gerir núna betur. Fannar en Alexander er mættur og lokar þetta. Þetta er mikilvægt. Já, við munum eftir bikarleikliðana hérna fyrir norðan þá gjörsamlega setti Alexander skellt í lás í hávörnina. Það komst enginn fram hjá honum. Pjótr er einmitt hérna í díóstöðinni, sjáum hvort hann fá ekki móttökun aftur og Alexander vill væntanlega loka á alla aftur. Jú, Pjotr fær hennan bolta aftur og fær sóknina, slæðir hennan í antennina. Aftureldingamenn eru að gefa hressulega eftir núna, eftir góða byrjun. Það þýðir bara eitt strafk og Demir F tekur leikhlé hjá Aftureldingu. Já, móttakan er í lagi og þeir eru að spila ágætlega úr þessu en sóknirnar eru ekki að fara yfir. Já, þetta er ekki móttökun að kenna og svo sannarlega ekki hinum unga Hilmi að kenna. Reyndir sóknarmenn Aftureldinga verða bara að gera betur. Já, Strakko segir Hilmi þarna eitthvað til. Hann er líklega bara að segja honum að plata hávörnina með einhverjum töktum en umspilin sjálf eru nú bara mjög fín. Já, það er svo sem ekki að biðja hann meira komandi inn í svona stóran leik. Hann þarf náttúrulega bara að fá smá tíma til að aðlagast. Hefur komist vel frá sínu. Já, sjáum hérna Ævar heldur áfram að gefa upp væntanlega og heldur áfram að dæla á Pjotr, kom honum í erfiði en Já. Ratoslav er í stöðu 4 og hann er ekki búinn að fá að spreyta sig í þessari stöðu þannig að ég býst við að hann fái boltann núna. Káa menn ætla greinilega að setja sínar uppgjafir á Pjotr, þreytan eins og þeir geta. Og það er akkurat það sem Ævar gerir, Pjotr missir hennan svolítið nálægt. Þeir að setja lausan yfir og hvað gerir Káa? Sigþór, hann neglir þessum í Hilmi sem ver þetta en þeir missa hann á strengin og þar er Alexander Arnar mættur. Vel vakandi þarna, lyftir sig upp og neglir þetta tilbaka. Vel vakandi á strengnum. Hilmir gerir vel hérna að setja líkamann fyrir boltan. Náði að halda þessum bolta á lífi. 14-11, Ævar enn í uppgjöf og fær þennan, þessi fer á Ólaf, hann gerir vel og hann skora Pjotr gott stig. Afturelding hefði þurft að snúa hérna mun fyrr. Þá fer Pjotr bara í uppgjöf. Hann heldur áfram að gefa flot. Setur hérna á Ævar sem gerir vel og Sigþór. Góð vörn hérna hjá Ratoslav. Hann fær sóknina, laumar. Sigþór nær þessu. Þá þarf að setja lausan yfir. Og Edu, flott stig hérna. Lítið sést í leiknum en hann er klár þegar að þörf er á. Já, hann getur verið mjög sterkur í sókninni og er með góða vinkla, getur slegið línu og kross. Þannig Pjotr í uppgjöf, Ævar gerir hérna vel og Quintin þarf að lauma á miðjan völlin og þar er enginn mættur. Það er óvenjulegt að Afturelding setur sínar uppgjafir á Ævar. Já, sem er nú talinn sterkasti móttakarinn í liðinu og jafnvel bara í deildinni. Hann á tiltölulega auðvelt með þessa bolta. Já, sennilega bara besti móttakari landsins. Hann þurfti ekki að hafa mikið fyrir þessu. Káa í uppgjöf og Ratoslav fær hennar bolta, hávörnin missir hennan út af. Vel gert hérna hjá Aftureldingu. Það er sennilega ekkert leiðilegt fyrir Hilmi að hafa þessa sóknarlínu til að spila upp á. Nei, það er ekki leiðilegt. Hann er úr nægu að velja og
Það er í hverja einustu stöðu þar er valið maður. Já. Þá er Kjartan Fannar mættur í uppgjöf í afturheldingu í stöðunni 15-14 fyrir Káa. Setur hann á Gunnar Pálma sem lendir í vandræðum. Og Quintin var hann að háan bolta og gerir vel. Þarna eru vandræði í vörninni í afturheldingu. Pjótr heldur gráður þarna en þeir voru báðir í boltanum og það þarf bara að tala saman. Þá fer þessu upp. Pjótr aðeins kominn úr stöðu. Þá er Quintin í uppgjöf og hann hoppar. Það er fínn kraftur í þessu. Vel gert þarna hjá Mason Kastner. Slæðir þennan bolta sem kemur yfir netið. Afturhelding verður að halda þessum bolta sín megin. Já, Quintin setti meiri kraft í þetta núna og afturhelding greið ekki við hann. Sjáum hvort hann setja hann fast aftur. Já, en þessi er langt út. Langt út þarna hjá Quintin. Hann var steinsofandi upp í stúku áðan. Rétt í lok penalegs. Hafði það náðugt í stúkunni. Þá er Ratuslavur Rýbak komin í uppgjöf. Hann setur hennan út. Þetta eru aðeins og mörg mistök núna. Það eru uppgjafir og þeir eru að gefa eftir hérna og það er orðin 3 stiga munur. Það er heldur mikið í karlaflakinu. Já, 18-15 fyrir Káa. Sigþór Helgason í uppgjöf. Þessi er auðveld en afturhelding í vandræðum. Þurfa að setja lausan yfir. Það gerir Káa. Ævar Freyr á kantinum. Fínasta vörn þarna en þeir missa hann yfir. Á aftursóknina. Uppspilið ekki nógu gott. Lausbolti á Káa og Quintin. Hann neglir þessum bolta. Fer af hávörninni. Í hávörn og út. Vel gert þarna hjá Káa. Afturhelding náði ekki að byggja upp góða sókn. Það eru Káa menn þolinmóðir og bíða eftir besta tækifærinu og Quintin fær svo sannarlega góða sveiflu þarna. Já, aftur setur Sigþór boltan á Pjótr og Edu gerir þarna glæsilega vel. Slæðir hennan bolta með línu. Enginn í vörn. Hávörnin hjá Káa var eitthvað skrítin hana. Eitthvað guttótt. Það er Edu í uppgjöf fyrir afturheldingu 16-19 setur hennan í netið. Ekki það sem afturheldingu vantaði núna. 4 stiga munur. Ingólfur Heilmar gerir sig tilbúin á bekknum og Káa gerir líka breytingu hérna. Vigfús Jón Bergsson kemur inn á uppgjöf fyrir Mason. Já, ef það er einhver sem þú vilt ekki fá á móti þér í uppgjöf í svona skiptingu þá er það Vigfús. Hann tryggði Káamönnum deildarmeistaratitilinn fyrir norðan með uppgjöf. Það gerir hann núna. Leður hérna í byssurnar. Fín uppgjöf. Fínasta mótöku. Þessi er aðeins og langur. Hvað gerir dómarinn? Hristir hausinn. Káa fær þetta stig. Annan bolta mistur á strenginn. Já, dómarinn segir boltan hafa verið beint frá hann eitt streng og þá er öllum frjálst að spila honum. Já, Pjótr reynir að útskýra þetta fyrir honum að hann hafi ekki rétt fyrir sér. Pjótr og Gunnar ættu nú að þekkjast. Pjótr bjó á Akureyri í mörg ár og leik með Káa. Hefur þrætt við hann áður. Já, aftur gefur Sigfús upp og Ólaf sem gerir vel. Pjótr slæðir rétt í hávörnina. Sigfús mættur hérna í vörnina. Ævar setur út í hávörnina, vel gert hjá Alexander og Quintin. Og þetta lokaðir á Alexander, frábær hávörn hérna. Afturhelding, þeir verða bara að svara með stigum. Það þýðir ekki að vera að einbeita sér einhverju öðru. Já, þeir eru með þessa fínu framlínu þarna og nú er Fannar með þess að komin inn líka og það er ekki verra. Nei, 17-21, Alexander í uppgjöf. Þessi heldur laus. Sigþór setur hennan meðfram streng og Filip setur hennan í gólf. Þeir vilja fá net þarna. Afturheldingamenn, dómararnir ekki sammála. Líklega bara boltinn sem fór í netið. Já, þessi bolti alveg á strengnum. Filip nýtir tækifæri og snöggur að gefa upp. Þessi er út. Þetta er einhver vandræði með skiptingu frelsingjans. Já, afturhelding sennilega ekki búin að ná að stilla upp þegar Filip gaf upp. Afturhelding aðeins að missa hausinn hérna. Verður að pirra sig á dómgæslunni. Hilmir gefur upp. Ævar missir hennan á strengina. Filip gerir vel.
og Alexander mætir og skorar þarna gott stig 23-18. Þetta er mjög öflugt þegar að móttakan kemur svona nálægt netinu og Filip þarf bara að stoppa hann fyrir Alexander. Já, Afturelding gerir breytingu, Ingólfur Hilmar Guðjónsson kemur inn, út af fer Hilmir Berg Halldórsson. Það er einmitt þegar maður heldur að móttakan hjá KS farin yfir, þá er Filip mættur með hendurnar og nær á ótrúlegan hátt að spila úr ótrúlegustu boltum. Já, hann er hátt uppi og mjög mjúkur, þannig að hann á auðvelt með þetta. Já, Heiðvar gefur hérna á Pjót sem að fær sóknina og slær hérna í sín gamla félaga Filip sem nær á enga varnir við. Þá er fróðlegt að sjá hvort Pjót fari ekki í kraftinn. Já, fer hérna aðeins lengra frá allavega. Hann hoppar, þessir út, 24. stig Káa. Tók hann að sénsinn en dugði ekki til í þetta skiptið. Nei, stundu þarf að taka sénsinn. Hann ákvað að gera það. Káa skiptir tilbaka, Vigfús þóttist ekki sjá þessa skiptingu. Ætlaði sér að fá að klára framlínuna líka. En Mason Kastner kemur aftur inn í lið Káa. Þetta er mikilvægt stig fyrir Káa, þeir þurfa að stoppa Aftureldingu, ekki gefa þeim neina von. En þetta er ekki vænlegt til vinnings. Þetta er ekki leiðin til þess. Alexander gefur hérna bara beint út. Og spurning hvað Kjartan Fannar gerir. Hann gerði sama leik í síðasta snúning. Sjá hvað hann gerir núna. Fínasta aukið þarna, Gunnar Pálmi gerir vel og Kastner mættur á miðjuna. Skorar þarna 25. stig Káa. 25-20 fyrir Káa í fyrstu hrinnu. Leikurinn var lengi á stað en Káamenn gera þarna vel. Afturelding gaf svolítið eftir í endan undir lokin en góð byrjun fyrir Káa. Já, Káamenn voru heldur lengi á stað en þeir sýndu nú gott spil hérna um miðarhrinnu og komast yfir. Miðjumennirnir er sérstaklega að skila vel. Já, hvað þurfum við að sjá Aftureldingu gera betur í annarri hrinnu? Það vantar einhvern neista, þeir eru að skila ágætlega úr sókninni en þeir festust þarna í einni stöðu og það er bara þessum skilur á milli núna. Það voru einhverja 7 uppgjafir frá Ævari og það er bara alltaf mikið. Já, ef við rennum aðeins yfir stigaskorið. Stigahæstur í liði Káa með 6 stig, Alexander Arnar Þórisson. Stigahæstur í liði Aftureldingar er Radoslav Rýbak með 5 stig. Sóknarleikurinn hjá Káa er svolítið dreifður. Við erum að sjá Quintin ekki með nema 4 stig. Í fyrstu hrinnu. Líklega mikið af mistökum hérna hjá báðum liðum. Já, við hefum eflaust eftir að sjá bæði lið gefa aðeins í sóknarlega. Spurning hvort að Hilmir eða Ingólfur byrji aðra hrinnu í Aftureldingu. Mér finnst nú líklegt að Ingólfur fái að byrja. Já, Hilmir stóð sig nú ágætlega en Ingólfur hefur verið aðalauðspyrraðinn. Já, við vitum svo sem ekki ástæðuna fyrir því að Ingólfur var ekki í byrjunarliðinu en það kemur í ljós hvort hann fá að byrja hrinnu 2. Káamenn svo sem eiga ekki mikla breytingar. Þeirra varamenn eru kannski ekki einhverjir sem er að fara að breyta leiknum þannig séð. Þeir eru með gífurlega sterkt byrjunarlið en varamennirnir eru kannski svolítið eftir. Já, klálega. Þeir eru með þarna Vigfús sem kemur inn í þessa reglu uppgjafaskiptingu og vörnina eftir það en annars hafa þeir lítið sem ekkert skipt bara í allan vetur. Nei, þeir eru vissilega með Benedikt Rúnar Valdísson sem gæti leyst af á miðjunni en Alexander Arnar hefur tekið þessa miðjustöðu og eignað sér hana. Já, hann getur spilað bæði sem kantur og díó líka en virðist koma mjög vel út á miðjunni á móti Mason. Filip finnur hann vel og hann eins og það sagði stigastur þessari fyrstu hrinnu með 6 stig. Já, það þarf alltaf að vera klárt fyrir hrinnu 2. Það er Ingólfur sem byrjar hjá Aftureldingu. Hilmir fær sér
sæti á bekknum. Annars uppstillingin óbreytt að öðru leyti hjá báðum liðum. Það eru KA-menn sem að eiga uppgjöf. Það Filip sem að byrja í uppgjöfinni. Dómarinn lækkar hann í DJ-num. Filip gefur upp. Þeir halda áfram að setja á Pjotr. Radoslav stígur hann á línuna samkvæmt dómaranum. Það hefur alls ekki verið mikið. En snöggur var hann að flauta. Já, hann flautaði eiginlega áður en hann sló boltan en hann sló hann yngur síður og það gerir þetta ólöglegir sókn. Já, nú fær Edu boltan, gerir vel, Ingólfur laumar hérna og frábært stig hjá Ingólfi. Kemur vel inn í þessa aðra hrynu. Filip ekki alveg vakandi þarna. Ingólfur var einmitt í uppgjöfun í 12-0 byrjun liðsins á móti Stjörnunni. Sjáum hvort hann hefði þennan leik jafnvel. Já, gefur hérna á Ævar sem að skilar vel fram og Quintin slæðir hennan bolta í Radoslav út. En halda Afturelding að gefa upp á Ævar. Hvort þeir ætla að reyna að þreyta hann, veit ég ekki. Já, mér þykir þetta skrítin taktík en hún gekk að minnsta kosti ekki upp í fyrstu hrynu. Nei, Ævar mættur í uppgjöf, setur hann á Ólaf sem að missir hann yfir. Sigþór spilar á þessu og þetta var svolítið skrítin sókn hjá KA og Radoslav hann gerir vel hérna KA-menn í netinu. Quintin setur hann olbúan í netið. Þetta var furðulegu sóknarleikur á KA. Já, þetta var smá kæruleysi þarna. Ég hefði nú viljað sjá hann spila á Filip og taka þetta hefðbundna en þetta hefði verið gott ef þetta hefði virkað. Já, aftur þurfa KA-menn að lauma yfir. Afturölding setur lausan en setur KA-menn í vandræði. Sigþór neglir þessu í háörnina út. Eins og hann meinum við lagið. Já, það er fátt annað sem að hann gerir en að negla í boltan. Gífurlegur kraftur í Sigþóri. Vantar aðeins upp á stöðuleikan en þegar hann kemst í gírinn þá er hann gífurlega hættulegur. Alexander Arnar í uppgjöf hjá KA. Fín uppgjöf þarna. Edu slæri á Aftureldingu. Góð vörn hjá Sigþóri og Ævar úr afturlínni. Frábær sókn. Já. Nei, þeir ná þess ekki yfir. Góð barátta þarna í Aftureldingu en frábær afturlínusókn hjá KA. Já, þeir hafa lítið notað afturlínusókn úr stöðu 6 sem við köllum oftast pipe en þarna gekk það fullkomlega. Já. Alexander heldur áfram að gefa upp fyrir KA, gefur hann hérna á Edu og Radoslav slæðir þennan bolta út. Þetta eru 10 mistök núna. Já, ódýr stig sem KA fær þarna, gefins frá Aftureldingu. Stóðan 5-2 fyrir KA. Nú þurfa Aftureldingamenn að koma sér í gírinn. Þeir mega ekki missa á langt frá sér. Nei, byrjuðu fyrstu hrynu mjög vel. Svo núna að spila vel úr þessum bolta. Fínasta móttaka hérna í Aftureldingu og Radoslav slæðir hennan í Sigþór út. Þetta var betri sókn í Aftureldingu. Já, þetta sýndi mikið sjálfstraust þarna og sló aftur hátt og fast og Sigþór hefði ekki við þetta en vel slegið. Já. Þá er það Kjartan Fannar í uppgjöf hjá Aftureldingu. Fínasta móttaka hérna hjá Gunnari Pálma. Quintin fær boltan, slæðir í háörninu út. Radoslav fær að bráða því sama. Quintin notar hann í háörninni og fær stíð. Já, fer svo beint í uppgjöf og hann heldur áfram að hoppa. Setur lítinn kraft í þetta en drífur út. Þetta var ekki góð uppgjöf hjá honum. Nei, það var ekki mikið púður í þessu.
Radoslav í uppgjöf hjá Aftureldingu. Ævar tekur þarna vel á móti og Sigþór neglir þessum beint í gólf. Varnarlína Aftureldingar átti engan séns þarna á móti góðu smassi frá Sigþóri. Sigþór fer þá í uppgjöfina. Hann gefur flót. Pjótt tekur þarna á móti og Edu slær. Góð sókn hjá Aftureldingu. Ævar átti enga varnir við þessu. Það fer minna fyrir Edu þegar Radoslav og Pjótt eru þarna í sóknarlífunni, en eins og við sögðum áðan, þegar hann fær boltan þá gerir hann yfirleitt vel. Já, hann fær yfir þennan eina blokkar á móti sér og þá er hann mjög hættulegur. Já, gefur hann vel upp, setur Sigþór í smá vandræði. Quintin slær hennan bolta alveg í hornið. Mjög góður staður. Mjög góður staður. Það hefur aðeins losnað undan pressuna á Edu að sjá Pjótt einbeita sig meira að spilamennskunni heldur en þjálfun. Það hefur gefið Edu aðeins meira svigrúm í sókninni. Það vandræði hjá KM-unum þarna. Alls konar kúnstir og Radoslav úr afturlínu, fínasta vörn hjá KA og Quintin, hann neglir þessum niður. Góður sóknarleikur þarna hjá báðum liðum. Við erum að fara að fá smá kraft í þennan leik. Það sem að vantaði kannski í fyrstu hrunna. Já, það voru ekki mikið dýrðir. Gífurlega kröftug bæði þessi lið. Og Radoslav úr afturlínu og hennan boltan nær Quintin ekki að verja. Sóknarna hjá Radoslav Rybak. 9-5. Afturhending þarf að gefa aðeins betur í. Já, þeir eru að nýta Radoslav vel þarna úr afturlínu. Hann getur slegið þaðan alveg eins og framlínu. Það er að gera að gefa hann boltan. Já, þessi leikur yfir. Sigþór gerir þarna vel og Alexander fær boltan á miðjuna. Og enn heldur Radoslav áfram að slá í Aftureldingu. Þessi er út. Þannig var hann kannski ekki alveg tilbúinn í sóknina. Það gerist allt svolítið rætt og boltinn ekki fullkominn, en hann ákveður að slá þetta engu að síður. Já. Filip gefur upp hjá KA og aftur fær Radoslav boltan. Þarna gerir hann betur. Setur hann í lúkurnar á Alexanderi og í gólf. Setur vörnina hjá KA í vandræði. Það er greinilegt að Afturelding ætlar að nota Radoslav eins mikið og þeir geta. Já, hann er búinn að fá hérna síðustu 4 eða 5 boltana og búinn að gera mistök en líka búinn að skila þeim nokkrum stigum. Já, smá vandræði þarna í móttökunni hjá KA. Þennan bolta slær Quintin út, fullt kærulaus. Ætlar að setja þarna svolítið þröngan vinkil. Bæði lið eru að slá allt sem er í boði og það er annarkvort beint í gólf eða út. Já, Ingólfur heldur áfram að gefa upp. Fínasta móttaka þarna hjá Ævari og hann kemur. Frábær sókn hjá KA. Frábært leikkerfi þarna hjá Filip og Ævari. Já, ekki það að sóknarmöguleikar KA hafi ekki verið nægilega miklu fyrir. Getandi þetta þá er þetta bara útkoman. Já, það er erfitt að sleppa því að blokka Alexander þarna og þá fær Ævar bara frían bolta, frístig. Já, hann fyrir uppgjöfuna, setur hann á Pjótt sem gerir vel. Slær hennan í Sigþór og þeir ná að halda þessu í gangi. Hvað gerir KA? Það er Quintin, hann setur hennan beint í gólf. Frábær tilþrif þarna í vörninni í Aftureldingu. Náðu að halda lífi í þessum bolta. En Quintin gerði vel. Já, KA-menn eru með svo sterkan sóknarleik að ef þú þarft að setja léttan bolta yfir þá getur þú bundið litla vonir við að fá hann í hendurnar. Já. Smá vandræði þarna hjá Aftureldingu. Pjótt slær hennan í blokkinu og þeir ná ekki að loka þetta. Góð sókn þarna hjá Aftureldingu. Þeir hafa fullum krafti þarna í gegnum blokkina og ræður ekki við hann. Já, hann er kominn í stöðu vonandi. Setur létta uppgjöf yfir, Sigþór ekki í vandræðum. Quintin slær hennan í blokkina og Pjótt kominn allt og framalega. Kominn þarna aðeins úr stöðu. Nær ekki að verja hann á bolta. Þetta er fínasta hávörn hjá Aftureldinguna og að hægja á Quintin, en Pjótt stendur vitlaust miðað við það sem við sjáum. Já,
Við erum að sjá hérna flottan sóknarleik á báðum liðum. Fín móttaka þarna í afturöldingu og Edu gerir þarna vel, kemst fram hjá háörninni. Hvað gerir dómarinn? Engin snerting. Þessi bolti út, segir Gunnar Garðarsson. Ekki alveg viss hvort við séum sammála því, en hann dæmir. Alexander í uppgjöf. Ólafur hérna í smá vandræðum. Afturölding þarf að setja lausan bolta yfir. Hvað gerir Káa? Það er Mason Kastner á miðjunni, skorar flott stig hérna. En stendur Pjótr svolítið framalega. Það er snertið í háörninni en það fyrir beint yfir hann og engin von. Já, loksins fengum við þarna bolta frá Kastner í þessari hrinu. Alexander í uppgjöf, þessi lekur yfir. Ingo gerir þarna glæsilega vel. Fínasta vörn hjá Filip. Sigþór setur lausan yfir og Afturölding nær ekki að gera góða sókn, en Káamenn gjörsamlega steinsofandi þarna í vörninni. Já, vantaði samskiptin hana. Mason treystir sér ekki í þennan bolta og Ævar miskildi þetta og hélt að hann ætlaði að taka hann, þannig að þetta er ódýr stig, var ég sagt. Káa gerir þarna breytingu. Útaf fer Alexander Arnar inn á, kemur Benedikt Valdísson. Skrítin tímasetning á þessari skiptingu. Fara beint út af aftur. Fannar í uppgjöf í Afturöldingu. Góð uppgjöf þarna, Gunnar Pálmi missir þetta yfir. Og Edu slær hennan lausan yfir. Hvað gera Káamenn? Sigþór Helgason neglir þessum bolta í Edu út. Þeir ráða ekki við kraftin í Sigþóri, hann er að láta vaða og þeir bara ná ekki að stýra sér á völlinn. Nei, 16-10 fyrir Káa. Munurinn full mikill. Afturöldingamenn þurfa að ná að minnka þennan mun. Quinten gefur lausan yfir. Ólafur gerir vel og Rýbak hann skorar flott stig þarna. Fínt að sækja í gegnum hann áfram, hann er að skila þeim stigum og því að geta hætta því núna. Nei, ef hann er heitur þá þarf bara að halda honum heitum. Afturölding spurði þarna hver eigi uppgjöf. Það er Radoslav. Það er Radoslav Rýbak sem á að gefa upp hjá Afturöldingu. Hann gefur flott. Sigþór tekur vel á móti og miðjan hjá Káa. Náður að halda þessi í gangi. Já, vel gert þarna hjá Pjótr. Kemur þessum yfir. Aftur fær Kastner boltan. Þeir stöðva þetta ekki. Aftur er Pjótr að ná ótrúlegustu boltum yfir netið. Já, þetta er fínasta vörn og góð barátta hjá þeim, en sóknarleikur Káa er að skila mjög vel og þeir bara refsa þeim fyrir hvert einasta bolta sem þeir setja yfir. Já, þessi lekur yfir netið. Þetta eru óþolandi stig. Algjörlega, þetta er nýbúnir að fá á sig erfiðan bolta eftir góða baráttu og þetta svo í andlitið, það bætir ekki úr því. Já, Strafko Demirev tekur leikhlé fyrir Afturöldingu. Staðan 18-11. Það er þreytandi að fá svona uppgjafir í smettið. Já, þetta hefur gengið svona heldur brösulega núna síðustu stig og þetta er bara rúsínan í pylsuendunum fyrir Káa. Sjáum hérna lið Afturöldingar, þreytulegir að sjá, en sjáum hvort að Strafko geti komið vitinu fyrir þá. Það er hvort að Káamenn sigli þessu heim þessari annari hrinu. Áfram heldur Sigþór að gefa upp eftir hann skrautlega ás hérna á hann. Já, aftur setur hann í strengin, aðeins auðveldari núna. Filip blokkar hann vel, 1-1. Edu verður að gera betur. Já, Filip er mjög klár blokkari, en þetta er nú samt þetta á að vera stig fyrir Eduardo. Já, 1-1 með alla þessa fermetra. Þú hlýtur að geta slegið einhvert annað. Sigþór heldur áfram að gefa upp. Afturölding í smá vandræðum og Rýbak hann slær þennan bolta beint í gólf. Dæmt net. Net á Káa.
Þannig að það skiptir ekki máli hvort að boltinn var út til inni. Mistökin eru gerð. Og Eduardo fyrir uppgjöfuna. 19-12. Þá sjáum við Pjót komið fram. Sjáum hvort að hann fái boltan hérna eða Radoslav fái fleiri. Flott móttaka af Sigþóri og Kastner slæðir þennan bolta fram hjá Áverðn Aftureldingar. Þetta var allt og auðveld uppgjöf hjá Aftureldingu með þessa gífurlega sterku framlínu hjá KA. Já, Filip á ekki miklu vandræðum með að opna þetta fyrir sína leikmenn og þetta er bara ekki nógu. Þeir þurfa að taka einhverja áhættur, Aftureldingamenn. Já, aftur er Vigfús mættur í uppgjöf. Sjáum hvað hann gerir í þetta skiptið. Fínasta uppgjöf hérna hjá honum, Ólafur í vandræðum og Radoslav fær boltan. Þeir loka á þetta í áhörninni, nei. Hefur farið í antenna. Benedikt Rúnar Valtýsson er komin í framlínuna hjá KA, náði ekki að stoppa þetta. Alexander í uppgjöf hjá Aftureldingu, þess er beint í net. Ekki nægilega gott, nú þurfa Aftureldingamenn bara að koma sér í gírinn. Ná upp smá tempói fyrir næstu hreinu. Já, þeir þurfa að rífa sig í gang, fá móralinn jákvæðar hugsanir inn í þetta og stígur Radoslav nú að með sínst á línuna en Afturelding fær stíð. Já, ég gæti ekki betur séð en að hann ruglaði þetta aðeins dómarinn. Þetta er hárrétt hjá honum, hann steig á línuna. Allavega að okkur séð hérna. Filip heldur áfram að gefa upp fyrir KA. Setur hann á Edu sem lendir í smá vandræðum. Pjót slæðir þetta, góð vörn hann hjá Sigþóri, nei, hann missir þetta yfir. Það gerir Afturelding, Radoslav hann slæðir hennan, beint í gólf. Filip nær ekki að verja þetta. Má misskilningur hérna í vörninni á KA. 14. stig Aftureldingar og Ingólfur mættur í uppgjöf. Nú þurfa Afturelding að fá góða skorpu frá honum. Já, þeir þurfa að koma sér inn í leikinn áttur, hvort sem þeir ætla að vinna þessa hreinu eða koma sér í gang fyrir það næstu. Og ekki var þetta góð byrjun, hann setur hann að bolta beint út. Þetta kórónar kannski leik Aftureldingar í þessari hreinu. Fá sénsinn, nýta hann ekki. Já, verðt að minnast á það, staðan er 23-14 en ekki 22-15. Þetta er hérna ruglingurinn á hann, hann að laga þetta. Fín móttaka hjá Aftureldingu en Fannar gerir ekki vel hérna. Neglir boltanum upp í loft og hvað gerir dómarinn? Það er gult spjald. Eins rólegur og Fannar er. Já, misti stjórnina þarna. Ljópskapið aðeins í hann hérna. Ég hef nú ekki trú á að hann haldi áfram en lefum honum að pústa hérna aðeins, fær gult spjald fyrir þetta. 24-14 fyrir KA, þeim nægir 1 stig viðbót. Ævar fyrir Birgisson í uppgjöf. Það er ekki góð tíðindi fyrir Aftureldingu. Nei, þetta eru slæma fréttir. Þetta voru betri fréttir, beint út. Það eru þó nokkru aukið að búin að fljóta hérna langt út í dag. Það er óvenjulegt að sjá svona mikið. Pjótken Kristi, hann hoppar hjá Aftureldingu, góð uppgjöf en betri móttaka og Benedikt slæðir hennan í netið. Kannski full lágt uppspil. Filip reynir að koma Benedikt inn í leikinn og gekk nú ekki betur í þetta skiptið en hann reynir örugglega aftur. Já, þeir eru með góða fórystu 24-16. Glæsileg uppgjöf hann hjá Pjót og það er Quinten sem fær boltan. Góð vörn hjá Ingo. Hvað gerir Afturelding? Þeir þurfa að setja lausan bolta yfir. Þessi var nú sennilega út. Þeir náðu ekki að koma þessi yfir. Kæruleysi þarna hjá KA-mönnum. Þessi bolti var öllu líkindum á leiðinu út. Já, þeir ætla að gefa aðeins eftir en sjáum hvort Afturelding nýtir sér það. Já, aftur hoppar Pjót. Þessi er laus. En KA-menn missa þetta yfir og það er Radoslav Rybak mættur. Það er hennar bolta beint í gólf. KA-menn að slaka á. Afturelding þarf að nýta sér það. Fínasta
móttaka þarna hjá Káa og Benedikt á miðinni. Þetta verður Aftureldingamenn og Edu setur lausan yfir. Hvað gera Káamenn? Það er Quinten. Slær þetta í blokkina, fínasta vörn þarna hjá Ólafi og Benedikt Rúnar, hann klárar þetta. Hann hleypir þessum bolta ekki yfir. 25-18. Káamenn komnir í góða stöðu. Já, Filip nær að halda Benedikt inni þarna og fær fínasta slag og klárar hinn með háur. Vel gert hjá Benedikt. Já, endurinn á þessari hreinu ekki í takti við góða byrjun. Afturelding gaf full mikið eftir. Rennum yfir stigaskorið. Þar er Quinten komið með 10 stig í liði Káa. Radoslav Rybak með 12 hjá Aftureldingu. Þetta eru svona mennirnir sem hafa verið að fá flesta bolta. Aftureldingamenn þurfa einfallega að virkja fleiri sóknarmenn. Já, kantarnir eru með 4 stig hvor og Rybak með 12 langstigastur. En hann er líka svo eini sem er að hamra hvern einasta bolta hérna. Spurning hvort að Pjótr fái fleiri bolta núna, hann er ekki búinn að fá mikið að gera en... Nei, 4 stig frá Edu og Pjótr eftir 2 hreinu er bara alls ekki nóg. Nei, þeir þurfa að gera meira þegar það eiga sens í Káa. Þeir eru svona 3 aðal möguleikarnir þeirra. Svo veldur alltaf móttökunni hvort að Fannar og Alexander komist betur inn í leikinn. Þeir hafa ekki fengið marga bolta að hinga til. Nei, hjá Káa eru það Alexander Arnar með 6 stig og svo Mason Kastner og Sigþór Helgason með 5. Lítið farið fyrir Ævari í sóknarleiknum. Já, hann hefur fengið þarna örfá bolta og skilað þeim reyndar öllum, flest öllum. Þannig að nýtingin er góð þótt að boltarnir séu ekki margir. Nei. Svo er leikur Káa bara einfallega meðan stöðurinn núna. Afturreikning dettur nokkuð stig í röð og það er bara of mikið. Já, en þriðja hreina hefur stundum verið hausverkur hjá Káamönnum. Sjáum hvort að Afturelding nái að stríða þeim eitthvað þessari hreinu eða hvort þeir haldi áfram að gefa eftir. Já, Káa hleyptu þeim hérna aðeins inn í lokinu á síðustu hreinu og það gæti verið nóg til þess að kveiki í Aftureldingu. Já, Blak er nú kaflaskipt íþrótt og það má lítið út að fara. Aftureldingamenn æstir í að byrja þessar hreinu, konur inn á völlinn Í óleyfi. í óleyfi. Þeim íða sér hérna út af. Einungis til þess að geta komist aftur inn á. Þetta er leiðileg regla. Við sjáum að Benedikt heldur áfram í byrjunarliðinu. Alexander fær hvíld á bekknum. Já, Káamenn geta leyft sér smá breytingar. Afturelding stillir upp sama byrjunarliði. Ingólfur heldur sínu sæti og fær að byrja í uppgjöf. Það var alltaf að vera klárt fyrir þriðju hreinu. Og Aftureldingu með þessa sterku framlínu. Pjótr, Fannar og Radoslav. Sjáum hvort að uppgjöfnar hingun á að festa þá. Og Ingo gefur hérna upp, setur hann Gunnar Pálma sem lendir í vandræðum og Ævar. Þetta loka Aftureldingamenn vel. Fannar lokar hérna á sóknina hjá Káa, góð byrjun. Fannar kominn á blað, fyrsta stig hans í leiknum. Sjáum hvort það kveiki í honum. Ingólfur gefur aftur upp, aftur setur hann Gunnar Pálma sem gerir betur núna. Ævar fær aðra tilraun. Það er sama útkoma, þeir loka á þetta. Dæmt mók á Ævar. Þetta er góða hávörð frá Pjótr. Aftureldingamenn byrja þessa hreinu vel. Ingo heldur áfram að gefa upp. Setur hann aftur á Gunnar Pálma sem lendir í vandræðum og það er Quinten. Hann neglir þessum bolta út. Káamenn í smá vandræðum. Já, þetta byrjar álíka á fyrsta hreinan.
Káamenn að slá út og Afturelding heldur pressun á þeim. Aftur er það Gunnar Pálmi sem fær boltann, gerir vel. Quinten þarf að lauma þessu, frábær vörn hjá Ingo og Radoslav kemur þessum yfir. Ævar Freyr, hann slær þennan í hávörn og út. Já, frábært slag hérna hjá Ævari. Jótur reynir að þræta fyrir þetta. Og þá fyrir Ævar í uppgjafreitin. Vonast til þess að festa það aftur eins og þau gera það. Fínast uppgjaf hérna og Uppspilið aðeins og látt hann í Aftureldingu. Káamenn koma þessum yfir. Það er Pjótr, hann slær þennan í Benedikt út og eins og hann einum með lagi þá starir hann hann yfir netið. Þetta menn vita af sér, hann er mættur á heimaslóðir ef svo má segja. Spilaði á Akureyri í mörg ár. Það fer í uppgjöfuna, hoppar. Föst uppgjöf. Frábær uppgjöf hann hjá Pjótr. Sigþór ræður ekki við þessa uppgjöf. Ekki verið þekktur fyrir sterkar móttökur. Ekki enn. Ekki enn, nei. Nóg eftir. Pjótr fer í flotið. Sigþór. Þetta er það sem Sigþór kann. En þeir ná að verja þetta og léttan bolta tilbaka. Það er Quinten, þeir ná ekki að halda þessu á lífi. Fínustu sóknir núna, 2 góðar í röð. Já, núna erum við að fá smá kraft í sóknarleikinn. Nú verða menn bara að láta vaða. Það var einhver sem sagði, það þýðir ekkert annað en að negla. Og Benedikt fer í uppgjöfuna og býst við að negla hann yfir. Fínasta móttaka hjá Pjótr og það er Radoslav sem fær hennar bolta. Þeir loka þetta í hávörninni og Mason Kastner mættur hérna. Afturelding misti hennar á strenginn. Þar er engin annar en Mason Kastner mættur. Hann neglir hennan í gólf. Sjáum Radoslav er hérna í framlínu hjá Aftureldingu. Búumst við að hann fái bolta hérna. Gerir það glæsileg vörn hjá Benedikt. Þarna viljum við nú sjá tvísla á Káamenn. Kjartan Fannar þarf að slaka á, hann er á gulu spjaldi. Haltur bara hausinn. En við getum nú verið sammála. Þetta var ekki fallegasta fingurslag sem Filip hefur gert. Nei, þetta var bara ljótt fingurslag frá eins góðum uppspilara og Filip. En ekkert dæmt. Káamenn í uppgjöf. Sáum hann að sjálfgefa varnartakta frá Benedikti. Já, frábær vörn. Hann er mættur í uppgjöfuna. Þessi uppgjöf er ekki nógu öflug og Kjartan Fannar. Svona þarf hann að svara fyrir sig. Já, þeir þurfa að gera þetta á vellinum en ekki upp í dómarastól. Já, glæsileg sókn hérna á miðjunni í Aftureldingu. Það eru fáir sem stoppa Fannar þegar hann er í hæsta punkti. Sjáum hvort hann á að færa það yfir í uppgjöfuna líka. Fín uppgjöf. Gunnar Pálmi þarna. Þessi fer á miðjuna hjá Káa. Þeir ná ekki að halda þessu á lífi. Fínasta sókn hjá Káa. Nú erum við að sjá gott miðjuspil báðum megin. Já, þeir keyra hratt í gegnum miðjuna og vörnin ekki tilbúin í þetta skiptið. Quinten gefur hérna upp, Pjótr gerir vel og Edu hann slær hennan í blokk. Mason allt of seinn. Já, göt út blokkin hérna hjá Káa. Auðvelt fyrir Edu að nýta sér það. Hann er að verða aðeins meira ábyrgandi í sóknarleiknum. Komið núna með 5 stig. Radoslav gefur upp. Gunnar Pálmi í stökustu vandræðum hérna í móttökunni. Quinten slær lausan yfir. Hvað gerir Afturelding? Það er Edu. Hann fínasta vörn hann hjá Quinten. Káamenn halda þessu á lífi. Hvað gerir Edu núna? Hann laumar. Þeir verja þetta en dómarinn dæmir mók hérna á Filip. Þannig vorum við að sjá
fína varnarleik. Afturrelding þjarmar aðeim, þannig að þau þurfa að setja léttan bolt yfir. Skora í seinni tilraun. Já, 8-5 fyrir Aftureldingu. Radoslav enn í uppgjöf. Ævar tekur þennan og Sigþór Helgason, fínasta vörn þarna í Ólafi. Hvað gerir Káa? Það er Kastner á miðjunni, hann kemur þessum yfir og Radoslav setur lausan yfir. Ævar mættur í uppspilið, Sigþór Helgason slær hann í blokkina. Góð vörn hjá Pjótr og Edu slær þennan í handennuna. Pröfalegt þarna hjá Edu. Fínasta skorpa hjá báðum liðum. Já, þarna stóð Pjótr loksins á sínum stað þarna aftast á vellinum og náði boltanum eftir hávörnina. Þetta er það sem við viljum sjá frá honum þarna. En fínasta skorpa. Sigþór hefur leikinn aftur í uppgjöfinni. Ingo laumar hann yfir, flott vörn hjá Quinten. Káamenn að slást uppspilið. Tvísla útkoman. Smá klaufaskapur hérna hjá Káamönnum. Einhver peiringur kominn í það. Já, þeir eru að fá á sig mörg stig núna. Alls konar skrýpalegg. Edu gefur upp hjá Aftureldingu. Setur hann á Sigþór sem gerir vel og Ævar slær hennar bolta og Ingólfur er mættur 1-1. Takk fyrir bless. Frábær hávörn þarna. Ingo lætur ekki bjóðast þetta tvisvar. Búinn að hanga þarna í húsinu í allan dag. Edu gefur upp, þessir út. Munaði nú ekki miklu. Nei, ágætis uppgjöf. Kemur Vigfús þarna skokkandi. Ætlar að gefa upp. Og það er þá Mason sem fer út. Já, helsti veikleiki hjá Mason eru uppgjafinnar. Já, það eru mjög bitlausar og vörnin er ekki upp á marga fiska heldur. Nei, hún er í takti við uppgjafinnar. En það er Vigfús sem gefur upp. Fínasta uppgjöf í honum. Og það er Pjótr sem sækir hérna. Flott stig hjá Pjótr, ráð ekki við þetta í hávörninni hjá Káa. Benedikt nær út en hendurnar fara ekki yfir netið og hann blokkar á sinn eigin vallarhelming. Það er Alexander Stefánsson í uppgjöf hjá Aftureldingu. Hann setur hann á Sigþór sem missir hann yfir strenginn. Filip heldur lífi í þessu og hvað? Tvísla á Gunnar. Tvísla á Gunnar Pálma. Það er nú ekki ólíkt honum. Nei. Gunnar Garðars gerir vel í að halda þessari línu. Já, hann lætur á ekki komast upp með þessi ljótuslög. Nei. Það er bara bestamál. Dæmir hann að tvísla og heldur sinni línu. Hann er oft gagnrýndur fyrir að halda ekki línunni í dómgæslunni en hann gerir nú bara furðu vel þarna. Já, góður dómur. Káamenn þurfa að fara að breyta hugafarninu núna. Það gengur ekkert upp þessa stundina og þeir eru ekki að spila af neinni gleði. Engin leikgleði í þessu hjá þeim. Afturrelding hins vegar njóta þess að vera yfir. Já, en Káamenn svo sem ekki með baki upp í vegg. Þeir eru 2-0 yfir í hrinum. Það er Afturelding sem verður að gefa í og halda mikilli pressu. Já. Þeir eru 12-7 yfir í ágætis stöðu. Káamenn gera skiptingu, aftur kemur Alexander Arnar inn í framlínuna hjá Káa. Benedikt Valdísson fer út. Lítið við hann að sakast. Alexander Stefánsson enn í uppgjöf. Setur hann á Gunnar Pálma sem missir hann ofan á strenginn. Káamenn halda lífi í þessu og það er Pjótr Kempisti. Laumar hann yfir, flott vörn hjá Quinten. Hvað gerir Alexander Arnar? Hann slær hennan í golf. Radoslav ekki tilbúinn hann í vörninni. Það var vel spunnið hann hjá Filip. Já, Alexander fer vennilega á miðjuna en fór hann í stöðu 2 eftir að Quinten lá í golfinu. Vel unnið hjá þeim hann.
Já, hann virðist geta slegið hvaðan sem ótrúlegt hvað hann hefur vaxið hratt á stuttum tíma. Það Pjotkin Pisti sem slæðir hennan. Sigþór nær ekki að ráða við þetta. Þetta það sem Afturelding þarf. Þeir þurfa að halda áfram þessum krafti og ekki hleypa Káa nær. Þeir megi ekki gefa þeim sénsinn á þessu. Nei, 13-8. Enn Afturelding með ágætis forystu. Gunnar Pálmi gerir þarna vel. Það Ævar sem slæðir þetta í strenginn og nú það Quintin. Hann slæðir hennar bara í netið. Sjálfséð mistök í honum. Káamenn eru heldur betur að gefa eftir. Já, þetta fínasta spil í Aftureldingu en Káa að spila sig upp í hendurnar á þeim. Já, góð pressa þarna. Já, Aftureldingu Gunnar Pálmi í vandræðum. Hvað gerir Quintin núna? Hann slæðir hennar beint í gól. Ingólfur á engar varnir við þessu. Það var erfitt að verja þessum bolta frá Quintin. Hann vanur í að slá krossinn en nær góðum línu bolta þarna. Þá það Ævar sem fer í uppgjöfni á Káa. Fín móttaka þarna í Ólafi. Og Pjotr, hann slæðir þetta í blokkinu út. Hann kominn í stuð, kallinn. Já, hann heitur þessu stundina og vill líklega fara í hoppuppgjöfuna núna og halda því áfram. Hann elskar að spila stóru leikina og vill komast lengra. Þessi uppgjöfn eiginlega góð. Og mennast aðeins hana. En átti svo sem að leynir staði fyrir því. Káamenn skipta tilbaka. Vigfús fer út af. Mason Kastner kemur inn. Þú þurfa Káamenn bara að koma honum í gírinn. Alexander Arnar í uppgjöfinni. Fín móttaka í Aftureldingu. Og Filip nær ekki að verja þetta. Og sóknarna hjá Aftureldingu. Já, Radoslav að skila vel og heldur því áfram. Já, komin í 12 stig. Fylgir fast á hæla Quintin. Kjartan Fannar Rukki við Aftureldingu. Vel gert hjá Ævari þarna. Og Quintin, Ingólfur nær ekki að verja þetta. Var í þessum bolta en óheppinn. Gífurlega föst sókn. Quintin kominn með 14 stig, öll úr sókn. Kominn tími á 1 uppgjafastig. Nei, góð móttaka þarna í Aftureldingu. Og Edu, hann slæðir þetta en Káamenn blokka þetta. Maður hefði nú haldið að Quintin myndi setja meiri kraft í þessa uppgjöf sína. Hann svo eini í liðinu sem að hoppa. En hann nú bara setja hann létt yfir. Já, hann vill bara halda stöðunni. Gengur svo sem ágætlega. Svo hvort hann bæti í kraftin núna. Já, aðeins kröftur þarna. Ólafur ræður ekki við þetta. Frábær uppgjöf hjá Quintin. Meiri kraftur og alveg út við línu. Erfitt að ráða við þetta. Við viljum meira svona frá Quintin Moore. Aftur gefur hann upp, minkar kraftin þarna, en Afturelding í vandræðum. Kærulausir þarna, þetta var ekki svo föst uppgjöf. En komum með 2 stig í röð. Tók okkur á orðinu. Já. Leitast við að gera það aftur. 14-16 fyrir Káa, 2 stig. Ólafur ennþá í vandræðum, 3. stig í röð hjá Káa. Nú verða Afturelding að stíga upp eða þeir ætla ekki að missa þetta fórskot. Já, þetta að einhverju leiti góður uppgjöf frá Quintin en einnig eitthvað kæruleysi í Aftureldingu. Þessi uppgjöf leit nú ekki út fyrir að erfi en það stress í mönnum. Þetta mikilvægur leikur og komið langt inn í leikinn. Já, Strafko Demirev tekur leikli, vill fara aðeins yfir móttökuna. Menn aðeins að segja Ólafi til, hann þarf að snúa betur og á ekki að slá á mótunum. Já, bíða rólegur eftir boltanum. Nægur krafturinn. En það
það nú, þeir þurfa bara að leysa þessa stöðu og þá eru þeir ennþá yfir. Já, Afturelding einu stigi yfir 16-15. Nú verða þeir að fá þetta stig. Þeir vilja alls ekki að KM jafni leikinn. En Quintin Moore er bara mættur til að skora. Heldur áfram að hoppa. Nú gefur hann mikinn kraft. Ólafur enn í vandræðum. Þeir ná ekki að laga þetta. Komna 4 í röðin núna. 4. stigið hans í röð. Hann tók góðan blund fyrir leik og það er að skila sér. Það er gott að leggja sig fyrir leik, segir Quintin Moore. Hann heldur áfram að hoppa, hessir út. Góð sirpa hjá honum þarna og kemur Káa vel inn í hrinna. Já, 4 stig í röð frá honum í uppgjöf. Hann kemur Káa aftur inn í þetta. Radoslav Rybak, ætlar hann að gera sama leik hjá Aftureldingu? Nei, Gunnar Pálmi með góða móttöku. Quintin hérna úr afturlínni slær hann í strenginn. Og Radoslav slær í hávörninu út. Flott stig hjá Aftureldingu. En treysta á Radoslav í sókninni. Þeirra Nei, ekki langstigastur. Pjótr er hérna komin í 10 stig, Radoslav með 13. Sjáum hvað hann gerir núna. Það er ekki mikið bit í þessum uppgjöfum. Flott sókn hérna hjá Mason Kastner. Boltinn lár frá Filip en nógur hratt til að hárni ná ekki að loka það. Já, Kastner er að ýta þessu hérna alveg aftast á völlinn. Og þá var Ævar komin í framlínuna. Góð staða fyrir Káa. Sigþór hann gefur flott. Glæslu. Já, Pjótr nær ekki að taka mót þess, er ekki sáttur með sjálfan sig. Þetta var ekki svo erfið uppgjöf. En hreyfaleikinn ekki nægur í Aftureldingu. 18-18. Sjáum hvað Sigþór gerir núna. Heldur áfram að gefa flott. Aftur á Pjótr sem er í vandræðum. Setja léttan yfir. Og KM þessi fer á Ævar og hann slær þetta í Ingólfur út. Hefnir fyrir stigið áðan. Vel gert þarna hjá Ævari. Nú verða Afturelding að stoppa. Káa komnir yfir í líklega fyrsta skipti í hrinni. Já, 19-18. Sigþór enn í uppgjöf. Pjótr hann í vandræði, missir hann á strenginn. Þar er Ævar mættur. Það er allt dottið úr leik Aftureldingar. KM komnir í stöð. Móttakan hefur hrunið hérna síðustu 10 stiginn og Káa heldur bara af uppgjónum inn á. Það er eina sem þurfa að gera þessari stöðu. Þú tekur þetta á móti og Radoslav úr afturlínni. Gunnar Pálmi nær ekki að verja þetta. Nú verða Afturelding að gefa í. 20-19 fyrir Káa. Pjótr kemur aftur í framlínuna. Og Edu gefur upp. Pjótr ekki sáttur eftir þessa móttöku skorpju sína. Sjáum hvort hann látið að bitna á boltanum. Nú þarf Afturelding að stilla vel í hávörninni. Quintin úr afturlínni. Þetta er auðvelt stig fyrir Káa. Þetta er fallega gert hjá Filip. Kominn hann út fyrir dómarastól og nær að spila sig. Og Quintin á auðvelt með að setja þetta í gólfið. Já, allt of auðvelt. 21-19. Mason Kastner þarf að gefa upp. Kemur þessum yfir. Góð móttaka í Ólafi. Og Pjótr. Filip lokar hann á hann. Gamla vinnin. Það eru líklega ekki vinnir í kvöld. Nei, áfram gagn, næsti bolti. Pjótr, hann komst ekki fram hjá Filip hann. Filip lætur hann heyra það undir netið. Strafkvotið Emil tekur sitt annað leikhlé. Þetta kveikti KM-unum. Þeir elska að loka á Pjótr Kempisti. Já, þeir hata þetta ekki. Maður sem lætur vel í sér heyra. Já, hann á eftir að svara fyrir sig, hvort sem það gangi upp eða ekki. Hann er ekki kóngurinn í kvöld, það er nokkuð ljóst. Nei, hann hefur eins og verið ágætur í sókninni en núna þegar reynir mest á þá stíga bestu leikmennir upp. Já. Filip Sjefsik er með krónuna. 22-19.
Spurning hvernig Aftureldingamenn svara fyrir sig. Ætli Pjótt fái boltan aftur. Ratoslav auðvitað hinum einn og búinn að fá marga bolta í þessum leik. Það var ekki óvænt ef hann myndi fá þennan næsta. Það verður gaman að sjá Pjótt hins vegar reyna aftur. Fínasta þessi móttaka fyrir yfir og Alexander Arnar gerir vel. Lætur Ingólfur vita af sér. Mason þarna merkilega góða uppgjöf með að vera tekin út af í hver einustu hreinu fyrir að gefa upp. Já. Alexander rétti þarna úr höndum og sýndi hversu hávaxinn hann er. Eða langt uppi, þessi uppgjöf út. 23-20. Þetta er kannski ástæðan fyrir skiptingunum en hinar uppgjöðarna voru nú ágætar. Leið hann setti pressu þá missti hann vald á boltanum. Alexander Stefánsson gefur upp hjá Aftureldingu. Þessi er beint í netið, alls ekki nógu gott. 24-20, KM-menn þurfa 1 stig til viðbótar. En er þetta þessi síðustu stig? Þessi boltar eftir 20, það er ekki í lagi að klúra þessum, setja þessi mistök í netið. Nei, Filip gefur hérna upp á Pjótt og Radoslav fær hennan bolta. Góð vörn hérna hjá Filip. Og Kastner, nei, Quintin segi ég. Ævar Freyr nær þessu. Nei, mók dæmt á Ævar. Þetta var kannski ódýrt. Já, en Gunnar heldur sig við línuna og það er bara besta mál. Já, bara fínasta dómgæsla hjá honum í kvöld. Og þá... En Ingólfur mættur í uppgjöf og það gæti reynst dýrt. Þetta er besta staðan þeirra. Þeir eru með 3 sterkastmannsara frammi og Ingólfur í afturlínu í uppgjöfinni. Sigþór gerir vel hérna í móttökunni og það er Quinton Moore sem fær hennan og Radoslav Rybak gerir vel, lokar á þennan bolta. Þarna voru afturlíkamenn og heppnir að Rybak var með á nótunum. Þessi uppgjöf var heldur létt og Quintin er nú vanur að skora úr þessu. Já, Ingo gefur aftur upp. Sigþór gerir aftur vel hérna og Ævar, gott kerfið hérna, þeir halda þessu á lífi og Radoslav, hann slær þennan bolta í hávörninu út. Radoslav búinn að stíga vel upp hérna 2 stig í röð, minnka menn í 1 stig. Já, 24-23, KM-menn taka leikhlé. Þeir eru kærulausir núna. Já, þeir taka hérna þetta cross leikkerfið þeirra en Ævar fær blokk á móti sér og þarf að lauma. Þetta er... Ég held að Filip sé nú ekki sáttur með þessi núna. Nei, þeir vilja stundum vera töff en það getur verið dýrt. Sjáum hvort Afturelding nýtir tækifærið. KM-mennum vantar ennþá bara 1 stig. Þannig að 1 mistök hjá Aftureldingu og þetta er búið spil. Þetta er erfið staða sem þú þarft að setja nógu mikla pressu í uppgjöfuna en samt ekki klúður henni. Nei, það þarf að finna jafnvægi þarna. Hvað gerir Ingólfur? Fínasta móttaka hérna á Sigþóri og Quinton fær boltan og hann skorar síðasta stig KA. Kjartan Fannar ræður ekki við þetta. 25-23, 3-0 sigur í fyrsta leik þessara liða. KA-menn fagna þessum stigi. Það var ekki sannfærandi lok á leiknum en KA-menn höfðu nú yfirhöndina mest allan tíman. Það var aðalega miðja þriðurhjörna sem að Afturelding beit virkilega frá sér en döði ekki til í lokin. Já, stigaskorið örsnögt. Quinton Moore stigaðastur með 20 stig hjá KA. Radoslav Rybak stigaðastur hjá Aftureldingu með 16 stig. Pjótt Kempisti með 10. Þá er þessum leik lokið. Við minnum á leik Þróttar Nes og HK á morgun í Neskaupstað klukkan 20. Einnig í beinni á Sport TV. Við þökkum fyrir okkur í kvöld. Takk fyrir, bless. Bless. Nýjar vörur, Under Armour Kringlunni, Altis Bæjarhrauni, altis.is
Verslunartækni. Allt fyrir verslanir, vöruhús og lager. Verslunartækni, Draghálsi 4. Laura, you found my secret. Our world is in danger. You must stop them. It'll be an adventure. Some men like dangerous women. You shouldn't have come here, but I'm glad that you did. You messed with the wrong family. Tomb Raider. Can't be too careful these days. The world has gone bloody mad. I'll take 2. Frumsýnd 16. mars.